Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og blessuð, velkomin í reynslu boltana. Það eru komnir 3 góðir gestir til að ræða fréttir líðandi stundar, tíðaranda, þjóðmál, horfurnar. Fyrsta skal nefna Björk Vilhelmsdóttur. Vertu velkomin, þú ert félagsráðgjafi og fyrrum náttúrulega borgarfulltrúi. Já, allt mögulegt. Allt mögulegt. Stefán Pálsson, sakfræðingur og varaborgarfulltrúi og VG, vertu velkomin. Takk. Og ég held við þurfum einn hægri mann inn í þennan panel. Hann gæti sammála með ég sé hægri maður. Er það ekki? En þú, hvað segir þú sjálfur? Ég er frjálslyndur. Frjálslyndur. Ólafur Arnarsson, blaðamaður DVF, öll velkomin. Takk. Ég ætla að byrja á svolítið skuggalegri frétt sem að þegar þar sem við erum nú í upptöku þessa þáttar yfir miðjan dag, þá er frétt hér á mbl.is vill að Norðurlönd komi sér upp kjarnavopnum. Og þetta er náttúrulega til marks heims óreiðuna og afleiðingar þess að hafa Trump fyrir vestan. En það er sem sagt einhver norskur hermarskálkur, Jóhannes Kipskort, sem að segir að landinu, þar að segja Noregi, og öðrum norrænum ríkjum sé hollast að koma sér upp kjarnavopnum. Byrjum á manninum sem að talar hér mest fyrir friði, Stefán. Hvernig líst þér á þetta? Þetta er náttúrulega bara, fyrsta lagi algjörlega galið. Við skulum nú alveg vera með það á hreinu. En því miður ekki algjörlega óvænt heldur. Það sem við erum búin að sjá gerast á síðustu árum er að það hefur verið grafið undan svona hverjum afvopnunarsamningnum á fætur öðrum. Að þeir fáu samningar sem að stórveldin báru þó gæfu til þess að gera í kalda stríðinu. Þeim hefur verið sagt upp þvers á kruss af Rússum eða Bandaríkjamönnum, saltsamningarnir sjálfir sem voru sko meiri háttar áfangi í kalda stríðinu, þeir eru bara að renna úr gildi á tíma og upp á síðkastið höfum við séð eiginlega bara fjárhæðir og orku settar í þróun á kjarnorkuvopnum sem við höfum bara ekki séð síðan að kalda stríðið stóð sem hæst. Og afleiðingin af því er sú að bara stöðugt fleiri ríki daðra við möguleikan á að koma sér upp kjarnorkuvopnum. Maður hefur heyrt sambærilegar vangaveltur hjá Japunum, Suður-Kóreumönnum, Áströlum, svo dæmi sé tekið. Og við vitum það líka að mannkynið hefur aldrei búið til svo skelfileg vopn að það hafi ekki endað á að nota þau síðan í hernaði. Leiðarahöfundur Dagens Nyheter, hann er líka að hvetja til þess að Norðurlöndin vígbúist með þessum hætti og ástæðan er framganga Donalds Trumps í Grænlandsmálunni. Björk, eru komin alveg ný rök fyrir vígbúnaði Norðurlandanna? Nei, við leysum ekki ófrið með vopnum. Nei. Því að engin ófriður hefur náð að leysast með vopnavaldi. Því að eftir vopnuð átök þá þarf alltaf að setjast niður og semja. Þannig að vopn leysa ekki neitt. Þau búa bara til meiri skaða og meiri vanda. Þannig að þetta er alveg fráleitt að tala vopnavæðingu og alls og vopnavæðing sem á sér nú þegar stað er til óþurftar. Og þannig að ég hef trú á því að við eigum bara að tala frið og yrka frið og það að búa sér til ykkur vopn og færi svona vopnakapplöp eins og var á kalda stríðinu. Það er svo galið og við höfum Norðurlöndin öll saman og öll millistór ríki eins og forsætisráðherra Kanada var að kalla eftir. Við getum ekki farið í samkeppni við Bandaríkin og Kína eða Sovjetríkin og það er bara og þetta bara leysir enga vanda, hann býr til mjög stóran vanda ef að vopn eru notuð og alltaf eftir vopn þá þarf að semja frið og þá er bara eins gott að semja frið áður en vopnin eru notuð. Já,
Ólafur, það svona liggur við að manni detti í huga að það sé til marks sturlunar ástand veraldarinnar í augnablikinu að við séum hér raunverulega að ræða það mínútu saman hvort Ísland eigi að ásamt Norðurlöndunum að kjarnorku vígbúast þessi herlausa friðsama þjóð sem hér hefur verið. Já, sko ég átta mig nú ekki á því hvers vegna Norðurlöndin ættu að vígbúast kjarnavopnum. Ég held að sé nokkuð ljóst að Evrópa og þar með talið Norðurlöndin þurfa að efla varnarviðbúnað sinn en þetta 25 milljón manna svæði fari að reyna að keppa við Kína og Bandaríkin í kjarnavopnum. Það held ég ekki. Í Evrópusambandinu og í svona þessu varnarbandalagi í NATO sem að liðast í sundur svolítið. Já, Bandaríkin eru nú svona allavega verulega fjarlæga sig NATO beintið og beint. Þar eru náttúrulega kjarnorkuveldi. Við erum með Bretland, við erum með Frakkland og kannski einhver fleiri en allavega Bretland og Frakkland og ég hefði nú haldið að það væri bara alveg nóg. En sprettur ekki einmitt þessi hugmynd og þessi umræða upp úr því að NATO, það hriktir í NATO og fólk sér það ekki þann skjöld sem að áður kannski þótti og á sama tíma á Bandaríkin eru náttúrulega alls ekki neitt bandamaður í einu. Sko ég held að við horfum á það, sko hvað gerðist núna í gær þegar Trump lýsir yfir fullum sigri en kemur með skottið mitt í lappana, kemur í raun og veru með það sem hún var bent á frá byrjun að Bandaríkjunum staði til boða á Grænlandi sem nær ótakmarkuð varnarviðvera og aðgangur á öllum helstu auðlindum Grænlands. Þeir eru þannig ekki að hafa haft neitt upp úr fundunum með hann hafði ekkert upp úr þessu og mér kemur nú helst til hugar að þessi hótun sem aldrei var sett fram beint en lá í loftinu að Evrópusambandsríkin gætu í sameiningu dömpað bandarískum ríkisskuldabréfum hafi verið það sem að hafiði úrslita áhrif vegna þess að það hefði geta haft gríðarlega áhrif á bandaríska hagkerfið og ekki til góðs það hefði geta haft gríðarlega áhrif á bandaríkja dollar og ekki til góðs þannig ég held að það hafi verið ástæðan fyrir því að hann allt í einu lippast niður Svo voru líka en það ef við má aðeins halda áfram ég held hins vegar að það að Trump í raun og veru búinn að stórskaða Bandaríkin, hann er búinn að stórskaða NATO, hann er búinn að stórskaða Vesturlönd með framgöngu sinni sem voða erfitt að heimfara upp á eitthvað annað en bara andlega bilun. Hann er búinn að stórskemma samningsstöðu Bandaríkjanna gagnvart öllum mögulegum aðilum vegna þess að hann er pappírstígur og þá er hættan sú, hann er að hóta tollum, hann er að hóta alls konar ofbeldi, öðru en vopnaskaki. Hættan er sú eftir að hann lippaðist niður í þessu máli að það verði styttra í vopnin hjá honum í samskiptum við önnur ríki. Já, ég held að sé nú reynslan svona af Trump og sérstaklega þá á þessu svona seinna kjörtímabili sýni það að við svona ætlum að fara pínlítið varlega í að lýsa yfir svona endalokum á einhverjum málum. Hann á mjög auðvelt með að taka 180 gráðu beygjur og verið svona, hefur ansi ríka tilhneigingu til þess að vera sammála síðasta ræðumanni eða þeim sem hann er í herberginu með hverju sinni. Þannig að vissulega svona er grönnum okkar á Grænlandi pínulítið létt en enga síður þá er allir í Evrópu létt kom fram í gær í Davos hjá fréttaskýrendum. En eins og ég segi ég hvort að það er svikalogn og hvort að við verðum talandi á sömu nótum eftir hálfa viku er ég ekki vissum.
Og ég held sér líka ágætt að halda því til að haga. Ég meina Íslendingar hafa kepst við að segja sko að að Grænlendingar eigi sjálfir að ráða sinni framtíð, ekkert Grænland án Grænlendinga og þar fram eftir götunum. Svo segja menn núna að hlakka yfir því að Trump hafi rauninni bara fengið það sama og hann hafi hvortið haft í skjóli varnarsamningsins milli Dana og Bandaríkjamanna, en sá samningur einmitt líka gerður algjörlega án samráðs við Grænlendinga á sínum tíma. Þeir voru ekki einu sinni látnir vita af sko efnisinnihaldi hans. Nú talað það að það eigi að fara að taka upp þennan samning og ræða málefni hans. Eiga Grænlendingar að fá að vera þar að borðinu. Ég held að við megum ekki missa augun af boltanum. Við í minni hreyfingu í samtökum hernaðarandstæðinga, við erum búin að boða til samstöðu aðgerðar með Grænlendingum og grænlensku þjóðinni sem að jafnframt líka mótmæla aðgerð gegn bandarískri heimsvaldastefnu sem að verður í hádeginu á laugar, til 12 á laugardaginn, gengt sem sagt sendiskrifstofu Grænlendinga á Túngötu og mér sagt að það séu fleiri aðgerðir í starthólunum sem ég ætla bara rétt að vona. Ég mér sé pínlítið hissa að við höfum ekki fengið Íslendinga svona meira út á göturnar í þessu Já, við höfum verið svolítið seint til. Við erum dálítið seint til vegna þess að við okkur verður náttúrulega tíðrætt það á tyllidögum að þetta sé náttúrulega sko granninn í vestri og okkar sko næsti nágranni, samt einhvern veginn oft svo langt til Grænlands. Já. Björk, ég ætla að spyrja þig mjög ósanngjarnar spurningar núna. Já. Sko, af því þú hefur starfað sem pólitíkus. Myndirðu vilja vera í sporum utanríkisráðherra Þorgerðar Katrínar og ef þú væri í hennar sporum, hver væri strategían? Að láta lítið fyrir sér fara eða það versta sem við getum gert að þegja eins og Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifaði í vikunni? Ég held að mér finnst Þorgerður Katrín hafa staðið sig gríðarlega vel í flestu tilliti sem utanríkisráðherra og ég held að hún sé bara að leika góða strategíu. Hún talar fyrir því núna að Ísland þurfi að vinna enn betur með Evrópu en áður og ég sammála því. Ég ekkert allhrifin af Evrópusambandinu en Evrópusamvinna þarf að aukast. Ég meina það talað sko NATO sem þú talar NATO sé varnarbandalag, NATO hernaðarbandalag og það spurningin okkar sko varnir gagnvart herbandalagi og það virðist vera að NATO sé liðast í sundur og ég veit ekki, það var í gær var Trump og framkvæmdastjóri NATO og Rutte að semja Grænland, einmitt án Grænlendinga og án Dana og það mun ekkert líðast og slíkir samningar munu ekki gilda og ég held að hvað mætti maður gera sem utanríkisráðherra? Ég bara treysti Þorgerði Katrínu að gera það sem best gert núna og og ríkisstjórninni, auðvitað veit ég að það ekkert eining á Íslandi það til dæmis að ganga í Evrópusambandið en hlutirnir að breyta svo gríðarlega hratt og við þurfum bara einhvern veginn að endurmeta stöðu okkar. Þú ert í hópi þeirra sem telja að heimsviðburðirnir núna og ófyrirsjáanleikin sem fylgir Trump að hann ætti að ýta okkur nær aðild að Evrópusambandinu. Já. Alveg absolutt og mér finnst það bara eðlilegt skref. Við erum Evrópuþjóð, við erum í góðri samvinnu gegnum EES-samningin við Evrópu en núna ef það þarf að þétta raðirnar, þétta böndin milli okkar og Evrópu, þá finnst mér það bara vera mjög eðlilegt skref og mjög margir eru farin að líta til þess þegar NATO liðast í sundur. Ég mun ekki sakna NATO en það það hernaðarbandalag. En og Evrópusambandið að vísu líka með her en ekki að sama skapi skilgreint sem hernaðarbandalag eins og NATO? Sko,
Ég veit ekki hvort við eigum að vinda okkur þá bara strax yfir í það hvort ég hef nú kannski tekið eftir að Morgunblaðið nú til dæmis bara með forsíðu í dag gegn mjög neikvæða fyrirsögn þetta brölt ríkisstjórnarinnar að vera að fara að færa okkur undirbúa þjóðaratkvæðisgreiðslu þar sem við sjáum hvort Íslendingar vilja skoða aðild að ESB. Ég veit ekki hvort við höfum að fara strax þangað, hvort við höfum að staldra aðeins lengur við Davos. Sko einhver sagði hérna áðan að Trump væri oft sammála síðasta ræðumanni. Mér fannst hreinlega, ég horfði nú á þetta í beinni ræðun hans í Davos í gær, ég held að hann hafi ekki upphafið ræðu sinnar verið búin að ákveða að hann upplýsti þarna í beinni útsendingu að hann ætlaði ekki að beita hervaldi þegar kemur að Grænlandi. Mér líður eins og að þetta sé bara hips og haps hvað kemur frá honum og þetta mjög einkennileg staða. Svo ég vitni aftur til þess að erlendu fréttaskýrenda, þeir sögðu sjálfir hjá BBC og fleiri evrópskum stór fréttamiðlum að það væri nánast súrrealíst að þeir væru að tala að maður á þessari viðskiptaráðstefnu, valdamikill maður, væri að gleðja viðmælendur með að segja ég ætla ekki að beita hervaldi til þess að taka Grænland. Það eru mörg leikrit í kringum þetta. Manni fannst líka dálítið furðulegt að sjá þrátt fyrir alla kritíkina og skeytasendingar frá öðrum leiðtogum þarna að þá fekk nú Trump enga síður standandi lófatak í upphaf og enda ræðunar og svo hérna framsetningin þegar við heyrum kanslara Þýskalands tala það að það sé afskaplega mikilvægt að Þjóðverjar og NATO sendi mannskap í stórum stíl til Grænlands til þess að verjast Rússum. Og allir einhvern veginn bara spila með í þessu. Það hefur engum dottið í hug, það hefur engin ímyndunarafl í það að það séu einhver rússnesk áform það að grípa Grænland. Ástæðan fyrir því að Þjóðverjar og ESB-ríki færu að planta sínum mönnum á Grænlandi væri í rauninni bara til að vera eins og mannlegir skyldir til þess að svona í þeirri vona þeir verið ekki skotnir í misgripum. Þetta er Albanía. Þetta já, einmitt. Og eins og ég segi, það sjá allir, það þekki allir þetta leikrit samt einhvern veginn spila með. Við erum með einhverjar furðulegar uppákomur á fréttamannafundi í Hvíta húsinu þar sem að blaðamenn eru að þrefa við fjölmiðlafulltrúa það hvort að Trump hafi mismælt sig eða ekki. Og sem að einhvern tíma var sagt líið hún sé ljósmynduð. Núna hún meira að segja kvikmynduð og textasett en samt hún einhvern veginn bara líi. Þetta er fáránlegt. Heldur þú að Íslands umræða Trump í gær hafi verið mismæli eða? Það má leggja það út á ýmsa vegu. Þeir versta útfærsla hefði verið svo að Ísland hafi verið nefnt á einhverjum fundum með Trump í baktjaldamegin og þetta hafi einhvern veginn þess vegna orðið einhver svona freudianslipp. Við skulum bara rétt vona að það sé ekki tilfellið. Hugsanlega er þetta bara svona barnaleg uppnefni. Það nú svona alveg kannski í takt við bulluna að þykjast ekki muna nafnið á landinu sem hann að hafa í hótunum. Hugsanlega eru þetta bara elliglöpin. Það hvað Trump er afskaplega hvað honum þykir afskaplega mikilsvert að hreykja sér af því að hann rúlli upp öllum sálfræðiprófum og sýni fram að hann hafi stálminni, það fyllir mann nú ekki svona trausti. Hitt eins og annar mál og ég hef alltaf lagt áherslu á það í umræðum utanríkismál hér og annars staðar
að ég alltaf skeptískur á að afgreiða utanríkispólitík of mikið út frá einstaklingum, út frá þeirri persónu sem að er í Hvíta húsinu hverju sinni. Utanríkispólitík, hún er meiri svona, hún er olíuflutningaskip sem að snýr hægar við. Við sáum það á sínum tíma að jafnvel stærstu bommertur Trumps á fyrra kjörtímabilinu, Biden-stjórnin var ekkert að snúa þeim við þegar að hún komst aftur til valda. Og ég segi það líka, ef að svo ég blessunarlega ólíklega færi að Trump færi að sölsa undir sig Grænland með ofbeldi eða hótunum eða hörðu, þá ég mjög hissa ef að næsti ráðamaður í Hvíta húsinu myndi bara skila því þegjandi og hljóðalaust tilbaka. Það ekki þróun sem er svona í takt við það sem við síðu sögunni. En Ólafur, sko, Trump vísar til dæmis Venezuela sem persónulegar hetjudáðar hans og hans manna í ljósi þess sem að þú ert að segja, Stefán. Þetta allt svo persónugert í kringum. Já, þetta mjög persónugert og það, sko, þetta fyrsta ár seinni forsetatíðar Trumps mjög ólíkt hans fyrir forsetatíð. Hann er með allt undirbúið, Project 25, það bara verið að tikka í öll boxin í því. Og því miður þá höfum við séð það, við sáum einhver merki þess á fyrra kjörtímabili hans, en við sjáum mjög skýr merki þess að bandaríska kerfið ekki að virka eins og á að þessi stopp, þessi tregðulögmál sem að maður hefur alltaf trúað að væru í Bandaríkjunum, þannig að það gæti ekki komið einhver vitleysingur og snúið allar hvolf. Þetta ekkert að virka. Trump að stjórna með tilskipunum, hann blandar þinginu voða lítið í hlutinu og þingi lætur sér það bara vel líka meira sér að demokratarnir ekkert mikið að yppa gogg. Hann er raun og veru búinn að aftengja bandarísku stjórnarskrána. Hann er að ákveða tolla bara frá degi til dags. Stjórnarskráin, hún er bara mjög skýr með það að það er bara þingið sem getur ákveðið skatta og tolla. Þetta varðar hann ekkert hann fer sínu fram og þingi gerir engar athugasemdir. Hann er með Hæstarétt, með mikið meiri hluti í Hæstarétti, þá enn eftir að reyna á það hvort að Hæstaréttur reynir að sko, setja honum einhverjar hömlur, vonandi, en við vitum það ekki ennþá. Þannig að ég hef áhyggjur, meiri áhyggjur en ég hef haft bara nokkru sinni, vegna þess hversu bandaríska kerfið að klikka. Og þá, þegar þú segist að meiri áhyggjur en nokkru sinni, þá ertu ekki að undanskilja kaldastríðið sem við upplifðum sem ungi menn. Nei, kaldastríðið var náttúrulega, sko, maður hafði það á tilfinningunni í gegnum kaldastríðið, allavega þann hluta af því sem ég man eftir. Ég man ekki eftir öllu kaldastríðinu, ég man ekki eftir Kúbudeilunni sem var, árið áður ég fæddist. En maður hafði það á tilfinningunni að þó það væri margt sem manni mislíkaði og þetta væri kannski ekki ideal, að væri einhver fullorðinn heima á báðum stöðum. Hvernig líður þér, Björg? Já, ég verði að segja, sko, ég verði svo andmælunum Stefáni þegar hann segir, sko, að utanríkismál sé ekki kannski beint tengt svona hvaða persóna í Hvíta húsinu hverju sinni. En Trump einmitt að sanna það núna að hans persóna getur breytt, sko, heimskipan á nokkrum vikum. Hann líka, þú veist, að breyta stofnunum innanlands. Hann einn og sér að grafa undan Sameinuðu þjóðunum á gríðarlega sko róttækan og djöfullegan hátt. Hann náttúrulega búinn að taka af flestar greiðslur Bandaríkjanna til stofnana Sameinuðu þjóðanna og í fyrradag þá fóru ísraelskar svona buldósar og rifu niður húsnæði flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna í Jerúsalem, UNRWA, með höfuðstöðvar sínar í Jerúsalem og þar voru bara risa tæki
sem að bara rífa niður allt kompásið, þar sem að UNRWA starfrækt. Þannig að það ekki bara verið að taka allt fjármagnið af, það bara verið að eyðileggja allan infrastruktúr svona stofnunar sem búin að vera við líði, þú veist, síðan Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar. Og þetta bara persónan Trump sem að ræður þessu. Hann ákveður það og það sem að Ísrael að gera að banna fullt af mannúðaraðstoð inn á Gaza, það sem gríðarleg þörf ennþá. Það bara verið að banna hvort sem stofnan í Sameinuðu þjóðanna eða annar svona óformlegri mannúðarsamtök. Þannig að hann að sanna það að það sé hægt að breyta utanríkispólitík og svo er það líka að sanna það að það líka að skipta skoðun hvort þú ætlar að beita vopnavaldi eða ekki vopnavaldi. Þannig að ég skil mjög vel fólk sem bara mjög óörugt af því að hann með svo misvísandi skilaboð. Hann bara furðulegur. Og af því að þú minnist á Ísrael, ég heyrði ekki betur en í Davos ræðinni í gær að það var bara svona hrein kynþáttahyggja hjá honum, hvernig hann sagði mikilvægt að hjálpa Ísraelum að þeir væru hluti vestrænnar menningar og svo framvegis. Já, og líka náttúrulega friðarráðið sem náttúrulega bara hvítir gamlir kallar sem að fara að stjórna og sem hann að fara að setja núna til höfuð Sameinuðu þjóðunum. Þetta svo galið, þessi Netanyahu sem að öflugast í stríðsherra síðustu kynslóðar og bara fjöldamorðingi, þjóðarmorðingi. Glemt ekki Pútín, hann ekki Pútín, já. Hann lyfti Pútín á æðsta stall með ræðu sinni í gær. Og svo bara, var ekki líka tilkynnt að það bara aðgangseyrir, það borgar nógu mikið. Já, þá fær það verið friðarráðinu. Það verið friðarráðinu, en það náttúrulega sjálfur sér í rauninni, ég meina það sem að hefur gert mest í að grafa undan bara alþjóðasamfélaginu, virðingu fyrir alþjóðalögum á síðustu misserum náttúrulega hörmungarnar í Gaza. Og þar hefur náttúrulega verið alveg sérstaklega átakanlegt að horfa upp á það hvernig Evrópuríki hafa gefið Ísrael eiginlega bara algjörlega óútfyllta ávísun einvörðungu vegna þess að það var verið að reyna að halda Bandaríkjamönnum góðum og til að halda þeim við efnið í Úkraínustríðinu. Það skal enginn segja mér að, við höfum í einhverjum tilvikum kannski svona sögulegar ástæður eins og Ísraels stuðningur Þýskalandsstjórnar en hver stór ríkisstjórnin í Evrópu á fætur annari skuli hafa algjörlega lippast niður gagnvart Gaza og Ísrael verður ekki skipt með neinu öðru heldur en fullkominni meðvirkni við Bandaríkjaforseta sem að hefur svo náttúrulega líka gert það að verkum að gagnvart öðrum heimslutum, gagnvart því sem hann alltaf kallað þriðji heimurinn, að þá hafa atburðirnir á Gaza og í Ísrael einhvern veginn algjörlega afhjúpað Vesturlönd sem fullkomna hræsnara. Og algjörlega ófæra að vera að senda einhver skilaboð það hvernig menn að vera að hegða sér í fjarlægum löndum. Og kynþáttahyggja hjá Trump ekki neitt nýtt hann ekki bara að styðja Ísrael út frá hvaða kynþætti, þú sérð bara listan yfir þá sem ekki lengur velkomni til Bandaríkjanna, það fer bara eftir kynþætti og trú. Bara í vikunni sem að nú þessi svona andlega hægri hönd andlega hægri hönd Trump sem er Elon Musk setur status á samfélagsmiðlinn sinn þar sem að hann slær því upp sem miklum sögulegum tíðindum að það séu fleiri reglur núna fleiri lög í gildi til þess að þjarma að hvítu fólki í Suður Afríku heldur en hafi verið gagnvart þeldökku fólki á tímum apartheid stjórnarinnar. Þannig að söguskoðunin er orðin svo að hvítir Suður Afríkumenn séu meiri fórnarlömb heldur en svartir voru á tímum kynþáttaaðskilnaðar stefnunar. Þetta er upphafspunkturinn sem að þessi menn eru að vinna út frá. Já. Einhvers staðar djúpt undir
óreiðunni og meintri klikkun Trump marar samt einhver sannleikur, einhverja staðarindir að Bandaríkjamenn eru ósáttir við hvað þeir hafa þurft að dæla miklu fé í, hvað maður segja, alheims reiðu og það liggur alveg fyrir held ég að Evrópusambandið, öll lönd innan Evrópusambandsins og öll Evrópuríki þau munu kannski fyrir utan Ísland, ég veit það ekki en það er svona að má nánast álykta að Evrópa þurfi að taka upp veskið í auknumæli til þess að gæta öryggis og friðar. Í ljósi þess, þeirra staðreyndar, langar mig að spyrja þig, Ólafur, hvort þetta sé eins og Björk var að tala myndi ítókur nær ESB, það sem er að gerast núna, eða hvort við ættum að óttast íþyngjandi stöðu sem er uppi gagnvart ESB. Já, ég held að það sé alveg rétt og menn verða að fá að eiga það sem þeir eiga og það var alveg rétt hjá Trump að Evrópulöndin í NATO þau nýttu sér vilja Bandaríkjanna til þess að borga bróðurpartinn og svona taka þetta dálítið á herðarnar en og í Úkraínustríðinu var Biden bara með opinn tékka sko. Að sama skapi þá skulum við átta okkur á því að þetta var engin góðgera starfsemi hjá Bandaríkjunum að gera þetta. Þarna var sko greining að baki, greining á því að þetta væri þágu viðskipta hagsmuna Bandaríkjana annars vegar og varnarhagsmuna hins vegar. Það sem að hefur gerst núna er að Bandaríkin eru í raun og veru komin aftur til þess tíma þegar Monroe-kenningin var ráðandi sem var það að Bandaríkin ætti ekki að skipta sér af hlutum utan Ameríku og aðrir eiga ekki að skipta sér af hlutum í Ameríku. Bandaríkin eiga að ráða yfir Ameríku og nú... Á hvaða tímabili var þetta? Þetta var, hvenær var Monroe fósiti, var þetta 1830 eitthvað sem hann verður fósiti? Þú ert að fara svona langt aftur í tíman. Þetta er 200 ára aftur, já. Og þetta var náttúrulega bara ríkjandi viðhorf Bandaríkjana í raun og veru fram að seinni heimstyrjöld. Fyrri heimstyrjöldin var miklu svona minni afskipti Bandaríkjana af henni heldur en þeirri seinni. En í bæði skiptin þá gerðu Bandaríkin þetta í eigin þágu. Þau gerðu þetta ekki til þess að bjarga einhverjum Evrópuríkjum. Þau gerðu þetta vegna þess að þau mátu það svo. Þetta var í þágu hagsmuna Bandaríkjanna. Ef við hefum ekki bjargað heiminum út úr seinni heimstyrjöldinni þá töluðum við öll þýsku og sum okkar smá japansku, sagði hann í gær. Þetta er bara dæmigert hjá honum. En ég held hins vegar að þessi óvissa, þessi upplausn sem við erum að verða vitni að, já, ég er sammála Björgu, þetta á að ýta okkur nær Evrópusambandinu. Við sjáum bara í þessum Grænlandsslag að Danmörk naut þess gríðarlega að vera Evrópusambandsríki og fékk fullan stuðning Evrópusambandsins. Er þetta ekki rétt, Stefán? Eru ekki bara á leiðinni í ESB? Hvað sem líður ykkar á VG afstöðu? Mér fannst ekki sérstaklega skemmtilegur blær á því þegar að verið var að tala sko möguleg afdrif og framtíð grannþjóðar okkar næsta nágranna í þinginu í gær þegar þetta fór að sko snúast upp í ESB-þref milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Við erum svona pínulítið óbragð þegar að er verið að reyna að svona vopnvæða Grænlandsmálið inn í einhverju sem er bara sjálfsögð og eðlileg umræða sem við hljótum að taka og við hljótum þá að taka bara út frá bara út frá efnahagslegum forsendum, atvinnumálum og
öðru slíku. Mér svona fyrstu merkin sem eru komin það hvernig þessi ESB umræða gæti farið að þróast, hún hugnast mér ekkert sérstaklega vel. Ég held að við munum fá mikið af popúlískri orðræðu og daðra við útlendinga andúð og það er rauninni á báðabóa. Þannig að ég svona, eins og segi, ég vil síður tengja þetta allt of mikið. Ólafur var náttúrulega við bara kveikið mér sem sagnfræðingnum með því að fara að tala um Monroe og keyra sér 200 ára aftur í tíman. Það sem er náttúrulega í rauninni kaldhæðnin í því er að aumingja Monroe sem að ég held að hann hafi nú ekki áttað sig á sínum tíma. Lykilatriðið í upprunalegu Monroe-kenningunni var það að segja Evrópubúum hættið þið að blanda ykkur í málefni ríkjana í Rómönsku Ameríku. Þetta er okkar svæði, þetta voru skilaboð til Breta, þetta voru skilaboð til Spánverja, skilaboð til Frakka sem töldu sig geta ákveðið hverjir ættu að verða þjóðhöfðingjar í nýfrjálsum ríkjum í Suður Ameríku og þess vegna er alveg óbóðslega írónist að síðan hafi þetta einhvern veginn snúist og núna noti menn eins og Donald Trump Monroe-kenninguna sem réttlætingu fyrir að fara inn í lönd og skipta þjóðhöfðingja bara eins og þeim sýnist. Og það er þessi grímulausa heimsvaldastefna og það er alveg rétt sem að Ólafur sagði áðan. Þetta var aldrei einhver góðgerðarstarfsemi hjá Bandaríkjunum. Bandaríkjamenn voru ekkert neitt til þess af umheiminum að verða einhver alheimslögga og hlutast til stríð út alla trissur, en það gerðu þeir það alltaf bara þar sem að helst var olía sem að lá í jörðu eða einhver jarðefni. Munurinn eins og að sá að núna erum við með Bandaríkjaforseta sem að er svo grímulaus í þessu. Hann reynir ekki að pakka hagsmunagæslunni inn í einhvern fallegan búning þess að það sé verið að halda einhverjum lýðræðissjónarmiðum á lofti, heldur er bara afstaðan við eigum þetta og við ætlum að taka þetta. Og það var eiginlega kostulegt að heyra hann í gær ávarpa viðskiptaheimin með í rauninni meiri virðingu heldur en varðar öryggi í veröldinni. Já, mér bara langaði að segja þetta varðandi Bandaríkin og kannski heimsvaldastefnan öll hefur ætíð verið til þess að græða á henni. Þau lönd sem hafa verið heimsvaldasinnu, þau hafa alltaf grætt á því og Bandaríkin hafa viðurkennda núna að hvað ætla þau að halda eftir í Venezuela? Það eru olíubyrjarnar. Hvað vilja þau fá í Grænlandi? Það eru námurnar. Þeir eru búnir, þeir geta kvartað við því hvað þeir hafa þurft að borga í Úkraínu. Þeir eru eina landið sem á núna námurétt í Úkraínu, fyrir utan Úkraínu menn sjálfa. Þannig að þeir eru að stórgræða og þegar nú á að fara að skoða upp á nýtt hver á að borga fyrir heimsfriðin. Á Ísland verður þetta íþykjandi fyrir okkur. Við höfum ekki að hugsa þetta þannig því að auðvitað mun Ísland ekki segja pass. Því að við, vopnavæðingin verður dýr og þess vegna verður við að tala gegn vopnavæðingu og fyrir friði því að það er ekki að koma á heimsfriði með vopnavæðingu því að það er engin efni á því. Við verðum þess vegna að tala fyrst og fremst fyrir friði og það sem mér við skipta máli núna í þessari Grænlandsumræðu að fyrir, og við vorum að ræða hérna fyrir, var þetta mismæli hjá Trump að tala Æsland í gær. Hann er líka að tala ísklumpin Grænland, það held ég að þetta sé kannski mismæli, en Ísland er ekkert mikið öðruvísi en Grænland í hugum mjög margra og í rauninni erum við ekkert svo mikið öðruvísi. Við erum ekkert svo mikið fleiri, þó við séum alveg, mörgum sinnum fleiri, þá erum við ekkert svo mikið fleiri í samaburði við þau ríki sem eru ráðandi í heiminum. Þannig að það er ekkert mikið erfiðar að taka okkur en Grænland. Þannig að við einhvern veginn megum ekki, við bara muna það. Við eigum eftir svona korter af umræðutímanum og það voru 2 önnur mál sem við langaði til þess að ræða við. Leiðu þú opnar á Trumpa, þá talar enginn annað. Ég veit það. Það er bara þannig. En við langar að ræða við ykkur handboltan í lokin af því að við erum náttúrulega öll bara einhvern veginn með neglurnar í þeirri dásamlegu þjóðaríþrótt. En áður en við förum þangað
þá gerði ég óformlega könnun á Facebook síðunni minni hér fyrr í dag það hvort Íslendingar héldu að Heiða eða Pétur myndi hafa betur í leiðtoga prófkjöri Samfylkingarinnar og það eru töluvert fleiri á mínum Facebook-vegg sem telja að Heiða hafi betur og nú haldið þið bara samkvæmisleiknum áfram með mér hvað mun gerast helgina? Mun Heiða verjast þessari atlugu Péturs? Björk? Ég veit ekki, ég get hvorugt stutt, því að ég formaður uppstillingarnefndar og formaður fulltrúar á Samfylkingarfélagana í Reykjavík, þannig að ég þarf að styðja alla frambjóðendur. Ég held að þetta sé tvísýnt, ég held að og ég hef enga tilfinningu fyrir því fyrir oddvitasætið og þannig að ég ætla að segja pass við þessu. Já, Stefán? Ég sé það að Björk hefur lært að mér áður heldur en ég fór fram fyrir borðið og gaf kost að mér sem kjörin fulltrúi, þá var ég nefnilega alltaf í mínu pólitísku starfi, þá var ég alltaf í uppstillingarnefndum eða kjörstjórnum sem var mjög góð leið til þess að bera kápuna á báðum öxlum, þetta er mjög vel spilað. Mér finnst eiginlega alltaf þegar að fólk er að reyna að spá einhverja innviði í öðrum flokkum og rýna þar í innyflina, það fari aldrei vel. Ég meina, eitt sem gerist... Ef þú fórnar þér í þá aftreyingarinnar? Já, ég hef ekki að segja, svona þessi kosning, og það er nú eitt sem er nú pínlítið gleðilegt, er það að svona prófkjörsbarátta í seinni tíð er ekki keyrð með þessum miklu sjónvarps og blaðaauglýsingum og flettiskiltum og öðru slíku. Þetta er svona skynsamlegri upphæðir sem að menn eru með undir, þannig að þetta er leist með því að hringja og hringja alveg á fullu. Ég hitti menn úr innstaráðinu hjá Heiðu bara núna í morgun sem voru bara býsna brattir, töldu sig vera búin að rekna og telja og ég ætla nú ekki að rengja það. Nei, Ólafur? Já, ég náttúrulega veit ekki svarið við þessari spurningu. Ég held hins vegar að það sé jákvætt fyrir Samfylkinguna að þessi oddvitaslagur fari fram og Samfylkingin er náttúrulega búin að vera má færa rök fyrir að Samfylkingin hafi verið nokkuð ráðandi við stjórn borgarinnar frá 1994 þegar R-listinn kom og náttúrulega frá 2010 samfellt að hefur Samfylkingin verið svona kjölfestan í meiri hluta til góðs og ills. Já, þetta er því ekki að sverð alltaf að vera í þeirri stöðu. Þannig ég held að fyrir flokk sem er orðin svona rótgróin valdaflokkur í borginni, þá sé þetta bara mjög hollt fyrir Samfylkinguna að taka þennan slag. Hefur fjölgað í flokknum mikið? Já, það hefur talsvert fjölgað og bara talsvert mikið. Ég held að verið 1000 mann sem hafa skráð sig, nýir og ég bara takk fyrir þetta Ólafur að benda á það hvernig gott fyrir Samfylkinguna og ég er mjög glöð líka Heiðu vegna því að ég finn hvað hún hefur fengið mikið byr í seglin við að fá mótframboð. Já, maður aðeins fundið fyrir því að fólk sem var á mótinni það hefur fyllt sér í kringum hana svolítið, þannig að þetta hefur bara verið mjög gott og ég er líka glöð að fá Pétur í þessa baráttu því að það er bara gott að fá mann úr viðskiptaleifinu, úr íþróttarhefingunni til liðs við okkur með svona öflugum hætti og mér finnst hann koma svo flott fram í byrjun þegar hann sagði bara ég er keppnismadur, ég fer bara í fyrsta sæti þegar ekkert. Þetta er bara gaman. Sumum fannst, Stefán, Ólafur, sumum fannst Líf, þinn leiðtogi í VG í borgarstjórn ekki fara eins vel af stað og Björk nefnir að Pétur hafi farið þegar hún var með ótímabær ummæli, segir hún núna þegar átt að vera þetta augnablik í borgarmálunum að kynna vor til vinstri Sanna og VG ná saman, ekki Píratar virðist vera voru það ekki vonbrigði hvernig Líf hljóp á sig þarna þegar var að verða að kynna þetta
vinstra framboð? Ég meina, hún búin að viðurkenna það að þetta hafi bara, hún hafi ekki staðið sér sérstaklega vel í hvað 1 eða 2 viðtölum þarna í kjölfarið og festi sig í einhverju bara aukaatriði varðandi orðalaga á samþykkt fundarins, því að við sem vorum á fundinum, ég meina, við veltumst ekkert í hafið það hvað við vorum að samþykja. Við vorum bara að samþykja það að fara í mjög spennandi tilraun vegna þess að eins og ég rekti svo sem á mínum vegg á Facebook að við byrjuðum þetta kjörtímabil á því að við VG og þá Sósíalistaflokkurinn og Sanna þar að við mynduðum kosningabandalag kosningu í ráð og nefndir. Við vorum í einhverjum tilvikum varamenn þeirra, þau voru varamenn okkar og svo vorum við bara í mjög reglulegum samskiptum, lögðum saman upp borgarstjórnarfundi, greiddum eiginlega alltaf atkvæði eins þegar við vorum saman í minnihluta. Svo þegar allt sprakk upp í loft með eftirminnilegum hætti hjá fyrri meirihluta, þá skipti mjög miklu máli að Líf og Sanna mynduðu saman, þær læstu sig saman. Þannig að þær fóru saman til viðræðna og það var alveg ljóst að það yrði ekkert samið við annan flokkin án hins. Og ég ætla að fullyrða það að það skref hafi verið lykilatriði í því að það tókst að mynda þennan meirihluta úr mjög þröngri stöðu í Reykjavík og þess vegna, og ég held að þessi bakgrunnur er kannski ástæðan fyrir því að það var ekkert ofurmannlegt erfiði að ná saman það að fara í þetta kosningabandalag ef við hefum farið að taka inn aðra flokka eins og til dæmis Píratana. Hvar eru Píratar? Það eru bara fleiri, það er bara allt öðruvísi flokkur. Ég meina margir fulltrúar. Eru bara horfnir á sjónvarpsviði? Margir fulltrúar í Pírata. Komin í Samfylkinguna? Já. Dóra Björn er komin í Samfylkinguna. Hurfu það bara leifarnar á Píratum? Það er viðkvæmt mál hjá félögum mínum í Píratum hvort að þeir vilji kalla sig vinstri flokk og oft leggja er áherslu á þessi hvorki vinstri til hægri heldur utanum og allt í kring, en ég hef nú alveg trú á því að það verði Píratalisti í framboði og ég held að þau er alveg fína möguleika á að ná þokkalegri kosningu. En þau áttu ekki samleið með okkur að þessu sinni. Ólafur, ég kynnti þessum hægri mann áðan þegar þú horfir þarna á þessa afföru sem verður á milli Lífar og Sönnu. Það svona, það kemur einhver gamalkunnug tilfinningum sundurlyndi á vinstri vangnum, eða hvað? Já, það er náttúrulega, hérna í gamla dag var talað sundurlyndi á vinstri vangnum og það væri nú ólán vinstri manna og lán hægri manna að einmitt svoleiðis væru hlutirnir. Ég held að þessu sundurlyndi sé miklu jafnar dreift í dag. Til hægri? Já. Út allt. Og þetta var klaufalegt. Ég ímynda mér að það verði nú ekki kannski miklir eftirmálar. Það búið svona byggjast afsökunar á þessu. En af því þú hefur kallaðu blaður fulltrúi Viðreisnar á DV, hver vinnur prófkjöru Viðreisnar? Það er ómögulegt að segja. Það eru náttúrulega mikil endurnýjun sem að þarna verður, blasir við. Viðreisn er í góðu færi að bæta við sig borgarfulltrúum og mér sýnist frambjóðendur, þetta er öflugur hópur. Ég þekki nú kannski mest til Aðalsteins og Bjargar, líst vel á þau bæði. Mér skilst að hinir tveir frambjóðendurnir séu ágætis fólk líka. Og sjálfstæðismenn eru svona að reyna að ná vopnum sínum og já, þeir eru öflugir. Það er náttúrulega mjög sterk mæling. Þeir eru að mælast mjög vel núna en þeir eru að mælast vel þegar ekki liggur fyrir hverjir verða á frontinum hjá öðrum, til dæmis fyrir Samfylkinguna. Þá held ég að það sé mjög gott fyrir Samfylkinguna að fá Pétur í þennan slag úr þeirri átt sem hann kemur. Hann er nú gamall frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins sem hefur svona
þróast til þeirra áttar að skilgreina sig sem jafnaðarmann í dag. Ég held að það styrki samfylkinguna. Sjálfstæðisflokkurinn að mælast með 30-35% sem góð mæling en segir okkur að lítið. Við vitum að Hildur verður oddviti af því það engin slagur þar en hann skal engi segja mér að það sé ekki blóðugur slagur allra hinna borgarfulltrúana og jafnvel einhverja varaborgarfulltrúa að halda sínu sæti þannig að Sjálfstæðisflokkurinn, hann var sagður þríklofinn. Helgi Ást náttúrulega. Helgi farinn. Búin að forða sér yfir í miðflokkinn. Miklum hurðaskellum. Já. Og allir voru fífl og asnar og ýmislegt tínt til. Já. Skrítið hann skildi ekki átt að segja á því fyrir að kosningarnar eru bara handa við hornið. Þegar þetta viðtalið sýnt þá annarkvæmt nýbúið að ræða við hann eða þá hann að koma eftir okkur. Þannig að... Já. Miðflokkurinn, við vitum ekki hverjir verða þar, maður gerir ráð fyrir að Helgi Ás. Miklir kraftaverka póstar. Já. Væntingastjórnun Björns Inga, hún hérna, hann hefur boðað stórtíðindi. Já. Endur komið sín sjálfsverða. Já, það nú margir sem var einhverjir sem að grínuðust með það, hann myndi hafa þetta eins og Dick Cheney þegar hann var fenginn til að finna varaforsetaefni fyrir Bush. Já. Þegar hann strikkaði allar listanum þangað til að hafa bara eitt nafn eftir og það var Dick Cheney. En af því við höfum svo lítinn tíma, Björk, Ólafur bendir á að þetta sé skynsamlegt fyrir samfylkinguna að fá þarna mann frá hægri, en svo eru mjög margir sem segja að samfylkingin hafi bara sjálfkrafa færst eða undir stjórn Kristrúnar allt og mikið til hægri og vinstrið gæti stokkið á flokk Stefáns, voru til vinstri sem áður var inn í samfylkingunni. Í samfylkingin hefur svolítið tekist að vera svolítið breiðfylking og hafa bæði svona miðjufólk og vinstrafólk og það eru margir eins og ég var í VG, ég var í Alþýðubandalaginu og síðan fór ég til samfylkinguna 2005. Var búin að vera áður með Reykjavíkurlistanum fyrir hönd VG. Og það kom mér svo óvart því ég fór inn í samfylkinguna hvað var mikið róttæku fólk í samfylkingunni og núna þá finnum maður að það er stundum upp rétt upp höndin og fólk ekki alltaf sammála hvað verður að gera til dæmis í útlendingamálum eða í umhverfismálum og svona mikið róttæku fólki sem vil sjá hlutina á einhvern annan veg. Heldur í borgarmálunum að hluti kjósenda samfylkingarinnar sem hefur verið gæti fært sig yfir á voru til vinstri? Ég ekki viss það. Ég ekki hrædd það. En við höfum mitt aðra eins og sósíalistaflokkin svona sem víti til varnaðar. Þannig að þegar við förum að karpa mikið í samfylkingunni þá segjum við pössum okkur á að vera ekki eins og sósíalistaflokkurinn og enginn vill vera þar. Ég held að þið mættu gjarnan vera mun meira eins og sósíalistaflokkurinn. Ég segi bara alveg eins og ekki út á við. En það hins vegar alveg þó að Björk kunni ekki við að viðurkenna það. Við erum að sjá ákveðna svona tilfærslu til vinstri til hægri hjá mörgum flokkum í pólitíkinni. Ég hekk alveg eftir því að frambjöndnir í prófkjöri Viðreisnar og þá kannski Björk sérstaklega tónnin ekki þessi svona eins og maður hefur stundu séð Viðreisn í kosningum eins og síðast sem var kannski svona urbanista flokkur að ræða borgarlínu og einhvað slíkt heldur tónnin í framboðstilkynningunni hann gengur allur út á fjárhagslega ábyrga Reykjavík og skatta og þar fram eftir götunum svona Daða Kristrúnar geim dálítið mikið og einhverja tæknimenn en ekki pólitíkusa í stjórnir bæjarfyrirtækja og þar fram eftir götunum í flokki fólksins þar erum við líklega að fara að missa alveg grjótharða félagshyggju-konu Helgu Þórðardóttur út sem ætlar bara að hætta í pólitíkinni. Hennar bakgrunnur úr dögun sem var nú alltaf einna lengst til vinstri. Þannig að eins og ég segi, það eru ýmis teiknum það að menn sé að fara til hægri. Miðflokkurinn ætlar að tromma upp með eitthvað ofurframboð og síðan erum við bara með framboð alveg lengst á hægri vængnum sem að gera sig gildandi þarna borgin okkar sem að er nú eiginlega
hægri menn á þeirri svona því kalibri sem við höfum bara eiginlega ekki séð í alvöru framboði hér á Íslandi. Mikil má hægri slag síðan vera úr því að ekki að notast um miðflokki. Já, en ég held að þetta sé heldur ekki endilega alvöru framboð. Nei, en við þurfum að slíta þessu, hérna kæru gestir, það búið að vera frábært að spjalla við okkur, en við verðum að enda á einhverjum handboltan. Björk, ertu að fylgjast með? Já, ég að fylgjast með. Ég fer alltaf svona all in í svona keppnir. Svo hitti ég Ólaf Stefánsson í heitapottinum í morgun. Hann lítur að vera fyrir góðu. Og já, hann lofa góð og ég spurði hvort þetta er ekki erfitt gagnvart Svíþjóð og hann sagði, jú, þetta verður erfitt en við getum nú ýmislegt. Erfitt gagnvart morgundaginn líka, Króatar er ekki? Sunnudaginn, Svíþjóð, Króatar eru á föstudag. Heldur við vinnum á morgun, Króatar? Ég held að verði ansi jafnt. Já, en hvað heldur þú komast langt? Ég held að við komumst einst langt í milliriðli og hægt að komast en við förum ekki mikið lengra. Já, en kannski keppum við 5. sætið eitthvað. Já. Ok, Stefán? Það er einmitt þegar ég fer og ég vil bara tjúna upp væntingarna, svo kom einhverjir og fara að segja það er ekki að setja mikla press og eitthvað svona. Ég segi það er algjörlega glatað eitthvað annað. Þannig að kosturinn við stórmóti handbolta er það að þau fara fram í janúar. Þá er ekkert að gerast. Og þá leiðist öllum. Þannig að það er alveg vonlaust annað heldur að fara inn í svona mót bara til þess að vinna eins og þegar við vorum ennþá með Eurovision. Þá átti maður náttúrulega alltaf að segja nú vinnum við og hvar eigum við að halda keppnina næst. Þú ert að segja þeir koma heim með gullið? Já, sko, ég til ég að sætta mig við silfur með herkjum, en jú, ég vil finna pláss fyrir... Gaman að sjá Dani Hikstað þarna mútið Portúgal. Alveg bráðskemmtilegt. Og hérna, eiginlega eina svekkelsi var samt. Hvað hefði nú verið gaman að sjá Færeyingarna okkar fara það munaði svo litlu. Ég er alveg í kampinum hjá Stefáni, sko. Ég sagði á mínu vinnustað að það var ekki spurning á þetta mót hófst að við ætlum að taka gullið þarna og koma heim með gullið. Ég er mjög ánægður. Hitt er hann að mál að núna er fjölmiðlar að segja við erum bara með Pálmann í höndunum þarna inn í milliriðli og við erum eftir að spila við Króata á morgun og Svía á sunnudag. Og ég skal fullir að við séum með Pálmann í höndunum þegar við erum búin að landa 4 stigum úr þessum 2 leikjum. Ég held við megum kannski tapa öðru þeirra. Megum tapa öðru þeirra en það er ástæðulaust að fara með það hugarfar inn í þessa leiki. En kærar þakkir Björk, Stefán, Ólafur fyrir komuna og þáttökuna hér í þjóðfélagsumræðu þennan ágæta 50-dag. Og þakkir til ykkar, hlustendur og áhorfendur fyrir að vera með ykkur. Við göngum áfram götuna, ekki fara langt. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is